hugsum okkur nú að við séum bara með eitt þýði og eitt þýði bara nemanda og við ætlum að kanna hvort samband sé á milli námskeiðs. Takk eftir, ég er sem sagt ekki með 2 þýði, annars vegar LAN og hins vegar STI, sem ég myndi ákvarða þá fyrirfram hversu stór úrtökin eru, heldur þýði mitt bara 1 og ég kanna sem sagt í hvaða námskeið viðkomandi og svo líkamsræktar ástund. Og við notum chi-square.test og aftur ég ætla bara til þess að spara mér smá, ætla ég að kópera skipunina hér. Skulum gera hérna tengsla töflur og chi-square.test, það er sem sagt skipunin og svo mötum við hérna með töflunni. Við erum með púlsúrtak jú þýðið okkar, fyrirgefiði hérna gagnataflan okkar, hérna alveg rugluð, og annars verðum við líka sett flokkur og hins vegar námskeið, kanna hvort það sé samband þar á milli. Og úttakið úr chi-square aðferðin frekar einfalt. Við fáum hreinlega út gildi á prófstærð, chi-kvadratstærðin, frígráðurnar og p-gildið. Og frígráðurnar hérna eru sem sagt 2, við erum með 3×2 töflu. P-gildi 0,58 eða 59, stærra heldur 0,05, svo við höfum ekki sýnt fram á að það sé samband á milli námskeiðs og svo líkamsræktar ástundin. Með öðrum orðum, það skiptir í rauninni engu máli það í hvaða námskeiði nemendur eru, það virðist ekkit vera öðruvísi líkamsræktar ástundun eftir námskeiðum. Ef við höfum ekki náð að sýna fram á það. En muniði samt að við höfum ekki heldur með þessu sýnt fram á að líkamsræktar ástundunin bara eins, að því við samþykjum jú aldrei 0 tilgátur. Hvað eigum við að segja meira hér? Já, við skulum nú skoða sem sagt forsendunar og svona þumalputtaregla sem stundum notuð að til þess að geta nota chi-kvadratpróf fyrir allar tölunar í svona vænti tíðnitöflunni eða expected frequency heitir þetta á ensku, að við höfum semst einhverja mælda tíðni og þetta það nú eitt fyrirgefið sem ég ætla að segja áður, að förum hérna í help chi-square.test. Hér sem sagt stilling sem heitir correct, jafnt og true og sem það hljómar nú svolítið skringilega því það hljómar eins og að hérna ætla ég aðeins að sýna ykkur stillinguna correct, jafnt og false, að þetta getur hljómað eins og ég vil gera eitthvað vitlaust, en þetta correct á bara við ákveðna svona leiðréttingu sem gerð í prófinu og svona flestar kennslubækur sýna chi-kvadrat prófstærðina ekki með þessari leiðréttingu sem notar, þannig að við setjum correct, jafnt og false hérna, að hérna akkurat hér skiptir þetta nú ekki máli, en ef þið eru með fyrir framan okkur í kennslubók einhverja niðurstöðu á prófstærð og þurfi ekki að fá nákvæmlega það sama og bókin þegar þið gerið þetta í þá skulið þið prófa þessa stillingu hér. En til þess að nota chi-kvadratprófið eiga allar tölur í þessari vænti tíðnitöflu að vera stærri heldur en 5 og við höfum sem sagt, eins og ég var byrjuð að segja, þetta það sem við köllum mælda tíðni, þetta eru niðurstöðunar okkar, en svo má, og sum ykkar hafa kannski nú þegar gert það í höndunum, það ekkert sérstaklega skemmtilegir útreikningar, að reikna út þessa væntanlegu tíðni og það hún sem segir okkur nú ef 0 tilgátan væri sönn, að þá ættum við að sjá svo marga falla hérna í hverja sellu hérna eða sæti hérna í töflunni. Það leiðilt að reikna þetta í höndunum, en það auðvelt að láta gera það fyrir okkur. Og það sem við gerum að við búum hreinlega til hlut hérna, chi-kvadrat, bara nákvæmlega sama skipunum hérna uppi, nema nú geymi ég þetta í hlut og kíkjum hérna names chi-kvadrat 1, sjáum það allskyns gúmmulaði hérna. Hér til dæmis gildið á prófstærðinni, p-gildið og eitthvað meira.
Svo höfum við hérna expected. Kíkjum á það. Key-kvaðrat dollari expected. Þetta þessi væntanlega tíðni. Hér höfum við mældutíðnina og hér höfum við væntanlegu tíðnina eða væntitíðnina, hvað við nú köllum þetta. Expected frequency. Og þetta segir okkur að ef það væri ekkert samband þarna á milli námskeiðs og líkamsrækta ástundunarinnar, þá ættum við að fá svona cirka bát 9 hér í þennan flokk, 10 hér, 15 hér, 16, 18, 28. Þegar við reiknum út prófstærna við að bera saman mikill munur á þessum töflum hér, því sem við sjáum og því sem við ættum að vera að sjá ef 0-tilgátan væri sönn. Ef það lítill munur, nú þá getum við ekki hafnað 0-tilgátunni, en ef munurinn mikill, að þá höfnum við 0-tilgátu. Og hér hjá okkur þá sem sagt, við erum með p-gildi upp á 0,58, svo við gátum ekki hafnað 0-tilgátu. En við eigum sem sagt að kanna ef við erum með gildi hérna í þessari töflu sem eru lægri heldur 5, þá forsendurnar til þess að nota prófið, þá eru þeim ekki fullnægt og þá þurfum við að gera eitthvað annað og við fáum upp svona warning eða aðvörun frá R ef við lendum í svoleiðis. Mögulega væri það að nota Fisher próf í einhverjum tilvikum og Fisher.test framkvæmir Fisher próf, þið getið kannað það. Já, heyrðu, þá þessar umfjöllun lokið og ég þakka áheyrnina. Takk og bless.